Álagsstýring eitthvað sem við gætum notað í ferðaþjónustunni til þess að minnka álag á ferðamannastaði sem eru mjög vinsælir. Þannig að það sé bara hreinlega ekki of mikið af fólki inn á hverju svæði fyrir sig á hverjum tíma. Álagsstýring fyrir mér náttúruvernd fyrst og fremst, en einnig það að við reynum að tryggja að upplifun ferðamannanna sé eins og við viljum hún sé. Aðferð til þess að tryggja það að ímynd áfangastaða standi undir þeim væntingum sem að þeir gefa sig út fyrir að vera og það verði ekki gengið á gæði þeirra. Eins og ég horfi á álagsstýringu þá stuðlar hún að auknu öryggi, hún verndar innviði og náttúru og síðast en ekki síst þá stuðlar hún að sjálfbæri ferðaþjónustu hér á Íslandi til lengri tíma. Hún dreifir álagi milli staða innan dagsins, innan ársins og stuðlar því að upplifun ferðamanna verði jákvæð. Álagsstýring ákveðið tól sem við getum nýtt til að standa vörð náttúruna og umhverfið og upplifun gestana. Álagsstýring í mínum huga tæki til þess að forðast troðnistúrisma og mér finnst skynsamlegast að beita aðferðum tekjustýringar til þess að ná því markmiði. Á síðustu öld settum okkur það markmið að dreifa ferðamönnum landið og dreifa ferðamönnum árið. Það miðað mjög vel á þeirri leið, Suðurland, Suðurnes, höfuðborgarsvæðið, það orðnir heilsárs áfangastaðir. Nú þurfum við að halda áfram á þessari braut og nýta allt landið í þessum business okkar. Fyrir mér álagsstýring tæki til að dreifa álagi á ferðamannastaði. Varðveita betur verðmæti staðanna sjálfra og auka sjálfbærni, bæði með tilliti til náttúru og upplifun ferðamanna. Álagsstýring getur verið af ýmsum toga. Það getur verið uppbygging göngustíga, uppbygging útsýnispalla, það getur verið það að girða af svæði og það getur verið tímastjórnun og það getur síðast en ekki síst verið að byggja upp nýja segla og nýja áfangastaði land allt þannig að gestirnir okkar dreifi sér betur landið. En það sem álagsstýring ekki, það fjáröflun fyrir ríkissjóð. Álagsstýring snýst að mínum að tengja saman verndun, nýtingu, gæði og upplifun. Hún getur verið margs konar, allt frá leiðbeinandi vegvísum og gönguleiðum upp í fjöldatakmarkanir, verðlagningu inn á hvern svæði og í hörðustu tilfellunum jafnvel lokanir. Í einföldu máli þá það aðgerðir sem að tryggja öruggt og gott skipulag á okkar áfangastöðum sem og að tryggja að náttúra og upplifun okkar gesta og heimamanna skaðist ekki. Fyrst og fremst tæki sem við getum nýtt okkur til þess að vernda umhverfi og náttúrunni kringum okkur. Við þurfum á því að halda. Gott aðgengi fyrir ferðamenn að fjölmennum og viðkvæmum ferðamannastöðum. Við viljum tryggja einstaka upplifun ferðamanna og öryggi þeirra og við þurfum að hafa innviði sem eru í lagi til þess að þetta gangi.